Og þær fréttir berast norðan úr landi að á Akureyri hafi 50 tekið þátt í grænni göngu þar. Við sendum baráttukveðju til félaga okkar fyrir norðan og klöppum fyrir þeim. Skoðanakannanir sýna að þjóðin hefur lítinn áhuga á áframhaldandi uppbyggingu virkjana og stóriðju. Þannig reyndust 44% andvíg virkjanaframkvæmdum í Bjarnarflagi við Mývatn, samkvæmt nýlegri könnun, en einungis 30% fylgjandi. Í sömu könnun sögðust 51% vera því andvíg að fleiri álver eru reist hér á landi en 31% slíkt. Krafa grænu göngunar er að náttúru Íslands verði hlíft. Þannig að bara byrja að láta fánana ganga í átt að Alþingishúsinu. Og á meðan og fánarnir munu, þegar þeir eru komin þarna í jörð, 1000 fánar, að það munum við standa þar í klukkustund og svo tökum við það upp og hérna skiljum ekki eftir okkur neitt rusl hér. En á meðan á þessu stendur að þá ætlar Sigríður Thorlacius að syngja fyrir okkur lagið Yfir voru ættarlandi við undirleik Margrétar Arnardóttur. Lagið er eftir Sigfús Einarsson og ljóðið eftir Steingrím Þorsteinsson. Oh
grænan her sem mættur á Austurvöll. Það bjart yfir þessum stað, vor í lofti og gróandi. Þótt að sé reyndar svalt og gusti stundum meira á móti baráttu okkar en í dag, þá skulum við segja eins og Hannes Hafstein: ég elska þig stormur. Skulum hafa gaman af þessu og slá á létta strengi og brosa líka. Fyrir mörgum áratugum hóf ræðumaður einn 1. maí ræðu sína svona: í dag 1. maí land allt. Þá var kallað á áheyrendahópnum: nei, ekki á Hornafirði. En ræðumaðurinn svaraði: jú, líka á Hornafirði. Í almanakinu stendur 1. maí, alþjóðlegur baráttudagur verkalýðsins. Takið eftir, alþjóðlegur baráttudagur. Það dagur baráttu verkalýðsins, þeirra sem minna mega sín, alþýðunnar, þjóðanna og mannkyns alls fyrir tilveru sinni á 21. öld. Öldinni þar sem baráttan hlýtur að verða háð fyrir því að skammsýn öfl græðginnar fara ekki lengur með rányrkju og arðráni á hendur takmörkuðum auðlindum jarðarinnar, með afleiðingum sem munu bitna mest á alþýðu manna, verkalýð, já þeim þjóðum og þjóðfélagshópum sem minnst mega sín, og þessi dagur helgaður. Hugsið ykkur svokallaðir innan gæsalappa frumstæðir indjána og þjóðflokkar í Ameríku gerðu þær kröfur til sjálf sín að nýting jarðargæða skerti í engu frelsi og kjör 7 næstu kynslóða. Og athugið hvað þetta þýddi. Þetta þýddi að krafan þetta færðist sjálfkrafa með tímanum frá kynslóð til kynslóðar. Hún jafngilti kröfunum sjálfbæra þróun án tímatakmörkunar. Kröfunni sem við berum fram á þessum degi í grænni göngu. Krafan snýst ekki aðeins rétt hvers manns til fæðis, klæða og húsaskjóls, heldur líka rétt allra til heilnæms og hreins lofts, vatns og hafs, og til að njóta óspilltrar náttúru. Hér á landi að njóta einstæðrar náttúru sem við eigum ekki sjálf, heldur með vörslu fólk fyrir og ber að varðveita sem heims gersmesemi fyrir komandi kynslóðir og mannkyn allt. Í því að njóta óspilltrar náttúru eru fólkin lífsfylling og lífsgæði sem sívaxandi fjöldi erlendra ferðamanna sækist eftir að upplifa, svo að með því skapast þúsundir nýrra starfa á hverju ári, en gerir jafnframt kröfur á hendur okkar sem vörslumanna að sjá svo að það gangi ekki nærri náttúrunni. Náttúra skapar nefnilega ný störf, svo nota sér dæmigerð nálgun þessa dags hérna hinum yfir hodnið. Hvernig hægt að lýsa því, góða fólk, sem við erum að berjast fyrir? Lýsa þeirri einstæðu upplifun og lífsnaut sem íslensk náttúra getur gefið okkur og útlendum gestum þegar við stöndum andspænis sköpunarverkinu á ólýsanlegan hátt. Í íslensku víðerni finnum fyrir smæð okkar andspænis almættinu og óendanleikanum undir íslenskum stjörnuhimni, og sannleika ljóðlína Einars Benediktssonar: vort líf sem svo stutt og stopult það stefnir á æðri leiðir. Eða þegar við erum út á hafi eða flugi hátt í lofti í nóttlausri voraldar veröld, eins og Stefán G. orðaði það. Það má gera tilraun til að lýsa þessu svona. Nú verð ég að fletta. Ó þú yndislega land og hið sterka tryggðarband við þitt líf og ótal undur, eldfjöll, jökla, hraun og sand. Öll þín gæði gafstu mér og gleðina að lifa hér. Sælt mér finnst að ferðalokum að fá að verða hluti af þér. Ó þú yndislega haf, allt það besta sem mér gaf, örvar mig og unað vekur, öldufalda geisla traf.
aðeins þér að þakka það að lífvænt skuli hér. Sæll ég á öldum þínum, orðin líkt og hluti af þér. Ó þú yndislega jörð, öll þín marglit þjóðahjörð, viðkvæmt líf þitt ávallt eigum öll þín börn að standa vörð. Höf og lönd þín, allt það bara ögn sem hratt geiminn fer. Sælt mér finnst á ferðum tómið að fá að vera hluta af þér. Ó þú yndislega líf, undir hjúpsins þunnur líf, furðuverk í frerans geimi sem fæðir af sér hal og víf. En krafturinn sem æðstur þú andi Guðs sem lífið gafst mér. Sælt mér finnst að ferðalokum að fá að verða hluti af þér. En síðan segir Vigdís orðrétt: ég bið að heilsa og með ykkur í anda alla gönguna og á Austurvelli, hlýjar vorkveðjur og gangi þér og öllum okkar náttúruvinum allt að sólu í bráð og lengd. Við skulum klappa fyrir þessari sendingu sem lyftir okkur upp. Ljóð Vigdísar sem Snorri Hjartarson orti 1952 hefst svona: land, þjóð og tunga, þrenning sönn og ein, þér var ég gefin barn á móður kné, ég lék hjá þér við læk og blóm og stein, þú leiddir mig í orðstíns háu vé. Takið eftir hinni rökréttu orðaröð hjá skáldinu. Náttúran getur verið án þjóðar, en þjóðin getur ekki verið án lands. Maðurinn getur ekki verið án náttúrunar. Og tungan rökrétt afsprengi þjóðarinnar og saman þetta þrenning, sönn og ein, þar sem ekkert af þessu þrennu má vanta. Og í næstu línu kemur önnur þrenning, sönn og ein. Ég lék hjá þér við læk og blóm og stein. Það lækurinn, það vatnið, uppsprett á forsenda alls lífs á jörðinni. Blómið lífríkið, afsprengi vatnsins og steinninn kemur síðastur líflaus, en samt ómissandi þáttur í heildinni sem þrenning, sönn og ein, þar sem ekkert af þessu þrennu má vanta. Ljúkum nú ljóðinu. Á dimmum vegi dýr þín mig skein, í dögun þeirri líkn og stormar hlé, og sókn og vaka eining hörð og hrein. Þú heimtar trúnað, spyr hver efnd mín sé. Þú átt mig, ég aðeins til í þér. Örlaga stundin nálgast dimm og köld, hyggi ég þá og bregðist bý ég mér. Bann þitt og útlegð fram á hinsta kvöld. Ísland í lyftum heitum höndum ver, ég heiður þinn og líf gegn trylltri öld. Land, þjóð og tunga, þrenning sönn og ein, þér var ég gefin barn á móður kné. Góðu grænu vinir, græni herinn sem á sér tugþúsundir liðsmanna í öllum stjórnmálaflokkum. Herkvöld skáldsins að verja heiður og líf Íslands gegn trylltri öld. Þetta sama herkvöld og Árni Magnússon hlýddi í baráttu sinni fyrir varðveislu handritana fyrir 300 árum, þegar þeir sem sultu og skulfu hjá fátækustu þjóð Evrópu neyddust til að klippa handritin niður til að bæta flíkur sínar.
Heimsgersemarnir í náttúru Íslands eru handrit okkar tíma. Berjumst fyrir því. Heimsgersemarnir eru handrit okkar tíma og hjá einna ríkustu þjóð heims hljóta bjóðast betri ráð til að blómstra í bráð og lengd en að fórna þeim. Sú barátta í gegnum súrt og sætt blasir við okkur nú. Aldrei hefur hún verið harðari og verður harðari en lokaorð mín til ykkar sem við getum líka notað gagnvart hvert öðru sem hvatningarorð verða þessi: látt ekki mótlæti buga þig, heldur brýna. Birtuna má aldrei vanta í sálu þína. Ef harst eftir leiki svo þú átt í vök að verjast, verst ekki nuggin, njóttu þess heldur að berjast. Látum ei mótlæti buga okkur heldur brýna. Brosum og elskum og látum ljós okkar skína. Kæru göngumenn, takk fyrir. Ómar Ragnarsson. Ég vil láta ykkur vita að Bíó Paradís hefur ákveðið að efna til sérstakra sýningar klukkan 6 í kvöld á mynd Ómars in memoriam Kárahnjúkavirkjun. Og svo vil ég líka benda ykkur á að það eru söfnunarbaukar hér á ferðinni. Það væri ákaflega vel þegið ef þið gætuð eitthvað að láta hendi rakna, og það er líka baukar hérna fyrir aftan sviðið til að hjálpa okkur við að standa undir kostnaði við þennan fund. En kæru félagar, nú fer þess að ljúka hjá okkur og ég vil hvetja ykkur til að ganga yfir á Ingólfstorg að þessari samkomu lokinni og styðja þannig kröfu verkalýðshreyfingarinnar bætt kjör. En göngumenn, Hjördís Finnbogadóttir frá Geirsstöðum við Mývatn, að hún fjallaði nýverið í útvarpi fyrirhugaða Bjarnarflagsvirkjun og sprengjumennina við Miðkvíslarstíflu fyrir 40 árum. Hún sagði: ég held að það sé kominn tími til að sprengja stíflur staðnaðs hugafars og hyggja að nýjum lausnum þar sem sjálfbærni og virðing fyrir náttúrunni eru í öndvegi. Kæru félagar, í dag erum við göngumenn, en á morgun og alla daga héðan í frá verðum við sprengjumenn sem sprengja stíflur staðnaðs hugafars. Við erum sprengjumenn á vinnustöðunum, við erum sprengjumenn í stéttarfélögunum, við erum sprengjumenn á Facebook og kommentakerfunum, við erum sprengjumenn í heitupottunum, við erum sprengjumenn á kaffistofunum, við erum sprengjumenn í hjarta sem sprengja stíflur staðnaðs hugafars. Kæru vinir, grænu göngunni er lokið.